það voru Ási og hann og og þeir og Björn, þetta var svona, þeir voru í einhverju vinakreðsu og þetta voru áhugamenn progg. Ég held að það hafi verið snertiflöturinn, sko. Þeir voru hlustandi á dálítið progg, rockið og svona og það verður úr að Björn sem er þarna upp í Fálka og stýrir plötudeildinni, held ég, þá þegar. Hann kemur því til leiðar við gamla forstjóran í Fálkanum, að hann skoði þetta og gefið þetta út og ég man að fyrsta sem sagði ykkur, eigið ekki að vera á EMI, sagði hann. Hann hafði auðvitað gefið út allan katalógin, sko, með Stefán Íslandi og jafnvel Pétri Jónssoni og hann hafði verið þarna í Fálkanum allar götur bara frá, gott ef ekki fyrir stríð, Haraldur Ólafsson. Hann hafði verið þarna allar götur og hann var ræðismaður fyrir einhverja þjóð, gott eða var bara ekki, það var eitthvað Austurlandið fjær. Hann horfði á okkur og sagði, já, nú þið viljum ekki vera á EMI, sagði hann. Nei, við sáum ekki alveg hvernig það ætti að ganga upp, sko, og skildum það ekki alveg, en hann hafði hann var umboðsmaður. Ég held að hann hafi haft, sko, einhvern rétt til þess að nota þennan leibúl. Og þetta heimurinn hann var náttúrulega í örri framþróun þarna eins og alltaf, allar götur. Þarna eimdi eftir af einhverjum gömlum, sko, samningum og ef maður skoðar þessar gömlu plötur sem eru með Stefán Íslandi og Pétri Jónssoni jafnvel og á þessum tíma, Maríu Markan, að þá eru þær plötur ofta á alþjóðlegum, sko, mertar alþjóðlegum EMI er á mörgum plötum. EMI er á mörgum plötum, sko, þá sérðu það. Og það var að því að Haraldur Ólafsson í Fálkanum, hann var umboðsmaður og erindreki EMI á Íslandi. Og mátti nota. Já. Ég skildi þetta þannig að ef að þetta efni plötunar náði út fyrir landsteinana, þá var það átómatist EMI sem hafði forgang að því að gefa út og fjölfalda fyrir sinn heimamarkað.